Í sýnindæmi 3 sjáum við tíðnitöflu eins og áður, en í fyrsta skipti sjáum við að X-ið, það sem við myndum svona líta á hérna, er bilskipt. Við erum sem sagt með einhverja tíðni, einhver fjöldi sem lendir hérna á bilinu 50 til 150.000 í laun og svo framvegis. Við getum ekki reiknað út frá svona bili, heldur þurfum að byrja á því að finna miðpunkt á þessu. Og miðpunktur er nú fundinn á tiltölulega einfaldan hátt, þar sem við leggjum saman lægra og efra stig þessa bils og deilum síðan með 2. Ég ætla nú bara að fá að leyfa mér að gera þetta handvirkt. Sjáum að ég er hérna með 50 pluss 150 sem er 200. Ef ég deili með því með 2 þá fæ ég út 100. Svona. Sama hér. 150 pluss 250 er 400. 400 deilt með 2 er 200. Ástæðan fyrir að ég gera þetta svona er að nú get ég valið þessa 2 og Excel giskar á það, ef ég fæ upp hérna svarta krossin og held inn í músinni og dreg niður, giskar sem þetta það að ég vilja alltaf hafa 100 á milli. Svona. Og nú ætlum við bara að klára þessa töflu. Við erum með safntíðnina og eins og áður þá er fyrsta talan í safntíðni, fyrsta talan í tíðni. Alltaf sama talan. Næsta tala er þá þessi hérna pluss þessi hér. Svona. Nú ættum við að geta dregið niður. Svona. Og þessi þennan tala ætti nú að vera jafn mikið og heildarsumman af f. Við ætlum bara að eyða þessu út. Unmergea, þá sem breyti ég þessum reit aftur bara í 2 reiti. Og nú ætla ég að sömma þetta saman, ég ætla að leggja þetta saman. Svona. Þá sjáum við erum með sömu tölu hér og hér. Og nú skulum við finna hlutfallstíðnina. Við þurftum að fá þessa tölu áður en við fórum í það. Og hún er þá þessi hér deilt með heildartíðninni og ég ætla að setja dollaramerki þarna að ég ætla að festa gildi og draga niður eftir smá. Svona. Leggja þetta saman. Og ég er með 1. Breyta þessi prósentur. Bara því mér finnst það fallegra. Svo ætla ég að klára safnhlutfallstíðnina. Það er áfram það sama. Fyrsta talan er sama og fyrsta talan hér. Enter. Þessi tala er þessi pluss þessi. Gerum það. Þessi pluss þessi hér. Drögum niður og endum hérna í sömu tölu. Og þá vorum við að gera rétt.